Og það komið að því að við ætlum að fræðast fyrirtæki vikunar og það Hannyrðarbúðin á Selfossi að þessu sinni og hún Þóra á línunni. Komdu sæl. Já, komdu sæl blessaður. Hvað segirðu? Við syngjum allt gott í okkur hérna, sko. Það glæsilegt. Það gott að heyra. Þú ert svo hress og skemmtileg. Já, þakka þér fyrir. Herru, segðu mér nú aðeins frá Hannyrðarbúðinni. Hvert var startið á þessu öllu? Þessi búð var stofnuð árið 1968. Já? Já, bara í Hafnarfirði. Og hún Guðlaug Berglind Björnsdóttir, hún stofnaði þessa búð og rak hana í Hafnarfirði í fjölda ára. Svo flutti hún hana í Garðabæ og var þar í nokkuð mörg ár. Svo ákvað hann að flytja í Hveragerði og flutti þangað með búðina og þar var hún held ég í 4 ár. Svo var nú Gulla komin svona til aldurs og ákvað nú að þetta væri orðið gott og ætlaði að selja búðina og svona. Og það endaði með því að dóttir hennar, hún Alda, sem hefur rekið alvöru búðina á Selfossi, að hún og ég ákvaðum að kaupa búðina á Gullu. Og þá náttúrulega fluttum við hann á Selfoss. Já. Og svo byggum við til svona, eins og við kallum lítið kaupfélag. Við tókum húsnæði þess að við erum með báða búðina saman. Þess að alvöru búðina og Hannyrðarbúðina. Það bara mjög smellin hugmynd finnst okkur. En þessi verslun búin að fara víða? Já, og hún sem sagt orðin bara, 45 ára ekki, við erum snögg að reikna. Já. Þannig að þetta rótgróin verslun sem á sér sko langan stóran kúnahóp og langa sögu. Já. Og náttúrulega mikil þekking og fróðleikur og það var nú kannski aðal ástæðan fyrir því að við alltaf tókum við þessu því að okkur fannst alveg ferlegt ef svona búð myndi bara loka og hætta. Já, það ekki hægt. Nei, það gengur ekki. Það svo ógulega margt til þarna sem að menn fá bara hvergi annar staðar og svona alvöru Hannyrðarbúðin bara mikið að fækka. Já, nákvæmlega. Það allt komið ykkur á svona stórmarkaði og þú getur keypt orðið gatt bara hvar sem en þú fær hvergi þjónustu. Svona fólk sem bara virkilega kann þetta. Svona persónulega og góða þjónustu. Já, og það má náttúrulega segja við náttúrulega erum báðar að hluta til aldar upp í Hannyrðarbúðum, aldar náttúrulega hjá mömmu sinni alveg frá blautu bassbeini. Og svo móði mín gattverslun í mörg ár líka og ég var þar náttúrulega alla daga. Já. Þannig að við þekkjum þetta og vitum hvað við erum að tala um. Já. Það skiptir öllu máli. Það skiptir voðalega miklu máli. En, hvað eru þið svona nákvæmlega að bjóða upp á þarna í búðinni? Við erum með yfir 100 tegundir og prjónagatni. Já, kottum við nokkurar. Í öllum litum, sko. Ull og silki, móher og bómull og við nýjast nú gatt með minkahárum. Nú getur bara prjóna minkapels. Já, það ekkert annað. Er þú ekki liðtækur í að prjóna? Jú, gríðarlega. Ég skal koma aftur og sýna þetta. Já, það aldrei að vita og rifja það við. Já. Nú svo erum við náttúrulega með alveg helling af heklugatni og öðru slíku til að fólk að hekla snjókorn og jólabjöllur og hvað það nú heitir þessa dagana. Og svo erum við með allt til útsauma ef þú ert að brótera, hvort sem þú vilt sko áteiknaða strammamyndir eða úthaldar. Við erum með perlusaum og við erum með strammaefni og við erum með garnið og fólk getur keypt þess að stök, munstur og efni eða þá tilbúna pakningar eftir því bara hvað hentar. Og alveg bara niður í sko smá litla krakka og upp í bara mjög flókir. Glæsilegt. Þannig það bara mjög skemmtilegt og kúnnarnir okkar sko, þeir eru búin að vera að stunda sko jólahandavinnuna bara, það liggur við allt árið sko. Já. Það byrja svona kraft í ágúst. Já, sauma fyrir jólin. Já, og líka þeir sem ætla að gefa heimatilbúna jólagjafir, segjum þú sért með einhverja 10 pakka, þá þarftu nú að byrja svolítið stemma. Já. Þannig að margir eru byrjaðir í svona ágúst, september, alveg hygglust. Og svo náttúrulega fólk að kenna börnunum sínum og skemmta sér sjálft og prófa eitthvað nýtt og gera eitthvað svoleiðis. Já. Þannig það voða gaman. Eru þið með eitthvað fyrir jólin svona fyrir eitthvað svona auðvelt sem hægt er að gera? Já, við erum bæði með auðveldapakningar sem sagt í útsaumi og erfiðar, litlar og stórar. Þannig að eitthvað sem þú getur klárað á einni kvöldstund og svona eitthvað litla myndir og svoleiðis og svo erum við líka náttúrulega með stór dagatöl og dúka og hitt og þetta, þannig að það alveg hygglust hægt að gera allt bæði, þú nærði alveg. Já. En svo bara, veistu, það fullt af fólki sem kaupir sér handavinnu til að hafa jólin. Jú. Og þá líka jólahandavinnu. Og jólin eru svo skemmtileg í ár, það svo ofbúslega margir frídagar. Já. Þannig að þú bara að gera að setjast niður og eiga svona gæða stund með handavinnuna sína. Alveg sammála því. Það bara mjög sniðugt, sko. Það svo kósí.
Já, það er svo kósí. Og svo náttúrulega því að við eigum þessa langa sögu og svona stóra kúnnahópa, þá erum við náttúrulega ofta að fá svona hópa sem koma til okkar. Koma heilu rúturnar af einhverjum kvenfélögum eða vinahópum eða svona, og þá opnum við svona utan afgreiðslu tíma fyrir þessa dömur eða herra. Já, frábært. Og það er líka svolítið gaman að sjá, Gulli, veistu, það er alveg hellingur að kallmannum að vinna handavinnu. Er það ekki? Jú, þeir sá í Marokkóstóla og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að þetta er ekkert bara á aðra hlið fyrir kvenmenn, þetta er fyrir kallmenn líka. Nei, en það læra strákadend í skóla. Jú. Og margir eru að vinna við að gera þetta, þeir eru kannski ekkert að flíka því voða mikið, en þeir sinna þessu. Og þetta er bara svona andlegt jóga. Er það ekki? Jú, að setja þér og dunda sér svona bara með góða hlust á Gulla og sauma í. Eða fyrir upp á einu vefningu. Algjörlega. Það er bara æðislegt. Hvernig er opnunartíminn hérna hjá okkur? Við opnum alltaf 11 og lokum 6. Já. Nefnum á laugardögum, þá erum við með 11 til 2. Svo erum við nú ansið oft niður frá og ef við erum niður frá og sjáum kuna þá náttúrulega er opið. Já. Það er bara eins og það er. Þetta er bara frjálst. En yfirleitt þá er það 11 til 6. Já, nákvæmlega. Og við erum með núna út af þessu fyrirtæki vikunar, þá erum við með tilboð á allri jólahandavinnu. Frábært. Við erum 15% afslátt af því. Þá kem ég á eftir. Já, og svo settum við upp svona gjafaborð. Já. Með svona hugmyndum að jólagjöfum handavinnu fólki. Þú getur gefið konunni prjónatösku eða svona umferðateljara, svona digitali eða þú vilt svona græjur. Já, herðu. Alls konar málbönd og prjóna og gatt. Það er ekki amalegt að fá spari gatt í jólagjöf. Nei, ég er alveg saman á því. Eða eitthvað fallegt. Já. Fullt af bókum og bara alls konar hugmyndir. Það er fjölmargt í búði hjá okkur greinilega. Já, ég bara hlakka til að sjá þig. Já, ég ætla að kíkja á eftir. Þetta er vel á móti þér. Takk fyrir þetta, Þóra mín, og gaman að heyri þér. Sömuleiðis, þakka þér. Takk, bless. Já, bye.